Gott CBD gæðamerki fyrir gott CBD. Þess vegna gott CBD eingöngu gott CBD. Gott CBD styrkir huga og hönd, gott CBD styrkir líka þvottahúsið. Embla Ordal, velkomin í þvottahúsið. Velkomin. Takk fyrir. Í kjallarann. Fannst þetta creepy að koma hérna niður? Mér fannst þetta bara skemmtilega orð. Já, ekki? Já, búin að segja, ég sendi þér skilaboð, svo heyri ég ekkert frá þér, bara, við erum í kjallarann. Mæti hérna Reykjelsis angan út á götu, eldan hún í kjallarann. Finnst þetta ekki kósí? Mér finnst þetta eðislegt. Ég veit, sko, þetta er altså geymslan í húsinu, þvottaði sér hérna við hliðina á. Ég skil. Og muniði, sko, þetta hérna, þetta eru fölsku tennurnar hans Skarphéðin, sko. Já, ég veit. Ég talaði hann um það, held ég hvort það verið síðasta þætti, að, sko, og ég hef líka sagt krökkunum í skólanum frá því að altså þegar ég setar upp í mig, sko. Gerir það bara? Já, sko, ég hef náð að koma bak við góminn. Viltu prófa það undan mér? Ómögulega. Viltu prófa það undan mér? Nei, ég góður, sko. Og ég taka það núna að setja það. Þú mátt alveg bara prófa. Okay. Fyrst, ég þarf alltaf að segja, þarna Skarphéðin, þetta alls ekkert eitthvað illa meint. Það full respect og hérna, ég þakkláttur fyrir að fá að búa í húsinu sem þú bjóst í 80 ár. Wow. Passar þetta? Þú Þú ert náttúrulega með tennur, sko. Já. Í því líkum munurinn. Já, eiginlega. Já, þarna. Þú erum svo yfirbit. En hann var smátendur, hann Skarphéðin. Já. Og hérna, Greinilega. hann var, hann bjó hérna í þessu húsi frá 1930 til hérna 2012 og þá semst var hann orðinn gamall og fór á elliheimili og svo dó hann. Og hann var hérna, hann var svona skápahómi. Og hann að, veist það einhvern veginn vissu allir en enginn talaði það. Nei. Hann átti svona, hann var talað hann átti vini sem voru hjá honum, en ég held hann hafi aldrei verið í samböndum. Hann var mjög svona félagslega einangraður og hann að, já, og veistu, þetta var bara ekkert í boði fyrir hann á þeim tíma að koma út, veist. Og hérna, svo veit ég ekkert hvernig svo saga endaði, sko. Nei. En það var geggjað þegar við komum inn í húsið, þegar við semst vorum að kaupa það, þá semst voru einhverja möblur og svona, það var allt gult, það var allt bleikt, það var allt ógeðslega snyrtilegt og það voru svona innrammaðar myndir af Marilyn Monroe upp á veggjum og það var allt í blúndum og allt í dúlli og þetta var ekkert smá næ, sko. Og nælur og tölur út allt. Alveg. Hljómar er svo eðal maður, sko. Já, hann er örugglega verið það. Það er alltaf mjög góður andi inn í húsinu. Æ, það gleður maður að heyra. Já. En Embla, velkomin til okkar í þvottahúsið. Takk fyrir. Þú ert hérna hjá okkur til þess að ræða við okkur, Davíð, hinn og þessi kyn. Já. Og hérna, því að alls ekkert fyrir svo löngu síðan þá allavega stóð ég í þeirri meiningu að það væri bara 2 kyn. Og það það ekki svona binary pæling einhver? Kynja tvíhyggja. Já, en svo las ég yfir sko, orðabókina svo mjög nytsamleg, sko. Og ég svona samhæfði með þessu, sko, þessu binary, svona allavega svona eins og mér leið, til dæmis áður en ég kynntist þér, fyrir utan að þessi síðasta setning, það sem að það var talað að karlkynið finnist vera, altså kvenkyninu aðra eða eitthvað álíka sem er svona einhver undirstaða fyrir svo kallar kallaveldi. Það fannst mér ekki samhæfa með, en þar til ég kynntist þér, þá stóð ég í þeirri meiningu að það væri bara 2 kyn og svo kynnist ég þér og ég frétti það að þau eru ekkert bara 2, þau eru bara miklu fleiri. Akkurat. Og mín fyrstu kynni sem sagt af þessu, það er þegar ég sem sagt labb út á skólalóð, við erum að vinna saman og þú stendur hérna með altså kvenkyns hérna samstarfsmanneskju og ég labba að okkur og ég segi, hvað segi ég gott stelpur? Og þú í minningunni hvæsir á mig, þú kannski ekki hvæst á mig, sko. Mér finnst líklegt að ég hef sagt létt. Já. Því ég vanda mig að hvæsa yfirleitt ekki, sko. Nei, en þú segir við mig, hann eitthvað þálaði ekki kalla mig stelpa, ég er ekki stelpa. Já. Eitthvað svoleiðis. Ég man þetta sem svona, ekki stelpa. Já, einmitt, en ég, veist,
merkileg hvernig sé ég heyrði það og ég var bara og ég vissi ekkert hvað þú var að tala fyrst heldur þú var að grínast svo það ekki skrítið og upplifir það þá svolítið svona aggressíft þegar þetta eitthvað sem er bara algjörlega þú veist, það bara meikar ekkert sens að einhver segir þetta bara hvað þetta meina, þú veist, auðvitað upplifir það þá sem bara svona skell, bara En hvað í gangi, hvað þýðir þetta? Þú segist ekki vera stelpa, hvað þá í gangi? Ég kynsegin sem að þýðir að ég upplifir mig hvorki sem karl né konu og mín upplifun af því eiginlega bara ég skil ekki alveg hvað fólk að tala Hvernig þá þetta huglægt þá skilur okkur ekki meira kall eða kona ekki kyn að rosa miklu leyti huglægt ekki kyn inn í höfðun okkar hugmyndin sem slík sko en svo náttúrulega þessi gamla hugmynd bara maður horfur á kyn og líka maður kannski tekur hausinn út fyrir svega skilur því að hann getur virkað alls konar skilur en nú horfur á karl, nú ég algjör ég veit svo sem hvað hann og hef svona aðeins kynna ég las bókina og svo leis og var að skoða en ég hugsa að því að mann horfir á þig og þú lítur út að vera stelpa fyrir honum en hvernig á hann þá að geta tengdu að þú sért eitthvað annað hún náttúrulega segir mér það já, ég skil það, skilur en, já, fyrirgeðu ég er bara að reyna að ná utanum, hvernig það er enginn að segja að við séum ekki, þú veist, við erum alveg með hugmyndir svona lítið kona út, svona lítið karl út og þetta er það sem að, við tölum sem kyngerfi, það er þetta, hvernig fólk lítur út, hvað félagslegu hugmyndir við höfum kyn út frá útliti og út frá kyntjáningu sem þá til dæmis klæðaburður og líkamstjáning og það eru held ég engir eitthvað skynsamir einstaklingar að fara fram á að allir skyndilega hætti að líta á það eins og hefur verið gert hingað til heldur sé bara kannski opið fyrir því að hugsanlega segja þetta ekki alla söguna Nei, bara að þetta segir okkur ekki endilega allt að undirflokkarnir séu fleiri já og bara fólk getur litið alls konar út og það þýðir ekki endilega að við vitum eitthvað hver þau eru eða hvernig þau eru og þú veist, svo má setja það náttúrulega bara í envíðara samhengi sem er bara akkur eru alltaf að ákveða hvernig fólk sé út frá því hvernig það lítur út en já en ekki ákveðið svona skilningur fyrir þetta ekki allt öðru sér ömurleikin í dag heldur var til dæmis eða Skarphéðinn var hann í skápnum og svo leiðis ég meina raunveruleiki hinsegin fólks neða bara hvernig fólk sér eins og þú talar það mér finnst kannski ekkit tiltökum mál skilur að þú upplifið ekki sem kall né konu skilur er ekki fólk opnara fyrir því að skilja hluti skilur og vera að mörguleiti jú því ég var búin að tala með því sem er þetta hán og ég hef ekki heilt neitt nema bara ok jú algjörlega og þú veist við erum að sjá hvað er þetta gamalt hugtak? Orðið sem slíkt á íslensku er ekki gamalt bara tekja þryggja nei, mér minnir að það hafi verið 2016 sem að orðið kynsegin var sérst valið úr nýrasamkeppni sem að Árnastofnun og samtökin stóðu fyrir og hét Hýrirði og þar kom meðal annars þetta frábæra orð kynsegin og það vísar þá bæði í hinsegin og kyn og svona mér finnst þetta mjög gaman svona sem íslensku áhuga manneskja já, mér finnst þetta geggja flott hvað er orðið á ensku þá yfir þetta? Svona heilt yfir er það non-binary sem að vísa þá í þú veist þessa tvíhyggju og að hún sé ekki til staðar eða jafnvel bara ögrar henni en svo eru margir þú veist undirflokkar, fólk er með mismunandi hugtök sem að það notar og mjög mörg til og þau eru alltaf fleiri og fleiri og ég skil að fólki finnst það svolítið yfirþyrmandi af því það er alltaf að koma eitthvað nýtt og þú veist, maður finnst vont að vita ekki hvað allt þetta nýtt alltaf að koma eitthvað nýtt bara eins og, þú veist, kynsegin og það er til orð eins og flæðgerfa sem er fyrir gender fluid og það er þá þegar fólk upplifir sig svona flæða á milli já, en þetta er svo mikið eitthvað sem er bara að ég var inn á síðunni á samtökum 78 og þar var bara
listin og ég las þetta er svaka flókin orðin, svo lest þetta ég veit hvað þetta skil, ég sé þetta og þetta það erum við þá ekki bara búa til endalaust orðin fyrir alls konar því að það er engin eins skilur en ég geti sett alls konar inn í þetta þarna í rauninni skilur, þú ert meira saman BDSM þarna sem kyn hneigð já þannig að sem ég finnst þetta það eru skiptar skoðanir á því en það margt fólk sem upplifir sér bara BDSM hneigt og getur ekki sagt hvað skilu, ég ætla ekki að kalla BDSM kinka þetta svona það kink, það í lagi að segja það þau segja það mörg sjálf en sumir upplifa það líka sem hneigð að þetta sé nú ég ekki þannig hneigð þannig ég skil það ekki en þau segjast upplifa þetta á þannan hátt og það finnst mér bara fair enough eiga þá ekki bara allir réttin til þess að vera skildir af því að það virðist enginn skilja neitt skilur þetta bara svona, þetta svo mikið mér finnst það bara að hitta naglan algjörlega á höfuð það eiga allir réttin á því að mæta skilningi og virðingu og sko persónulega þá skilgreini ég mig ekki þannig lagað þannig lagað hvernig þá? Ég skilgreini ekki kynhneigð mína og ég skilgreini kynið mitt þannig lagað ekki heldur bara sem nei af því mér finnst þetta ekki vera þetta á ekki að skipta máli og mér finnst fólk oft hafa svona þú veist, við þurfum að það er svona já, nei, við þurfum ekki að pæla þessu, þú veist, fólk er bara fólk já, vissulega en staðan er samt líka þannig að bara mjög víða og meira segja hérna á Íslandi er fólki ekki endilega leyfilegt að vera eins og það er og þá er alveg mikilvægt að geta fengið orð yfir hlutina upplifa samfélag og geta þannig barast fyrir réttindum þannig að já, það er mikilvægt að hafa öll þessi orð yfir þetta allt En þegar þú segir að fólki er ekki leyfilegt að vera hvernig sem er því núna búum við ekki í Rússlandi sko. Hvar er verið aftur á okkur hér? Það er hægt að skoða regnbogakort ILGA er gefið út árlega og það er sérst kort sem að skoðar lagalega stöðu hinsegin fólks í öllum ríkjum heims og gefur út svona kort með prósentu og Ísland er bara ekki að standa sig geggja vel þar og þá sko hvaða faktor að takið til mælingar í því? Nú er ég ekki alveg klár á því sko upp á hár hvaða lög það eru sem vantar upp á en til þess að gefa blóð til dæmis það sem er alveg samkynniði með ekki gefa blóð samkynniði karlar sem að sofa hjá öðrum körlum með ekki gefa blóð út frá ekki HVF-pælingar og svoleiðis smitsjúkdómar þetta er náttúrulega mjög úrelt hugmyndafræði það er einmitt svo úrelt en fyrir ekki að testa það bara fyrir hvert skiptið það er nefnilega gert nú þegar það er alltaf skimað allavega 3 allt blóð þannig að þetta meikar engan sens og núna var England og hvort það er Skotland og Wales að breyta þessu að núna mega karlar sem að eiga samkynja samböndum líka að gefa blóð Þannig að það er náttúrulega bara tímaspustmál hvernig það gerist Já, ég vona það Þetta er samt voru umræðan ógsta lengi ég var að horfa okkur heimildamynd breskanga sem að var sem sagt hommi á tímunum þegar AIDS faraldurinn braust út og þá var náttúrulega talað skilur homma sjúkdóm og svona þannig skilur og þetta er eiginlega bara sama pælingar hérna á bakvið skilur þetta er bara nákvæmlega sami þangagangur hérna upp í ef þú skoðar kommentin á fréttina bara íslenska fréttir þessi lög sem voru að fara í gegn í Englandi þá sérðu fólk básuna þessu býtu, ég vil ekki fá neitt hommablóð og bara þetta er bara í alvöru er þetta ekki bara svona fjórir? Jú, hávært fólk sko ég veit það ég veit það glímur hæst í tómri tunnu og allt algjörlega, en það er samt alveg svolítið skellur að sjá þetta sko og þú veist, að sjá hatursorðræðu grassera á netinu hvort segja ég er að kommentakerfum að þá er þetta samt þú veist, ég tekka á einum gæjanum við erum með 4 sameiginlega vini á Facebook skilur já, ok þetta er miklu nær okkur en við höldum og það er bara, þú veist, það finnst mér pínu skeri en en með lagalega dæmi þá núna 2018 vil ég segja náttúrulega 2020 er glæð svo mikið í manni, ég veit ekki alveg
þá fór í gegn lög kynrænt sjálfræði hérna á Íslandi. Þú réttin til þess að ráða. Já. Akkurat. Og í þessu einmitt felst réttur fólks til sjálfskilgreiningar og hvað þýðir það? Hvað það skráð? Í þjóðskrá. Ok, hann nú ef við tökum því sem dæmi, hver er skráningin á þig? Ég hef ekki ennþá tekið ákvörðunum hvort að ég vilji breyta minni kynskráningu. En getur maður ekki gert oftar en einu sinni? Ég bara veit það ekki. Hefur þetta með vegabréfin og það að gera? Það hefur nefnilega líka með vegabréf að gera. Það ferðalög og... Já, og ferðalög og það eru talsvert mörg ríki sem myndi ekki endilega samþykja að þú ferðaðist til þeirra með kynskráninguna X. En myndi maður ekki bara segja fuck that, skilur? Ég er ekkert farið þangað. Jú, en málið er nefnilega, mér langar ekkert endilega að fara til þessara landa hvort Nei, ég er að segja það, sko, þannig að skiptir einhverjum máli, veist. Ef maður brennur fyrir eitthvað, þú veist, þannig, maður það ekki bara, veist, alveg bara ganga þá leið. Já, algjörlega, en hérna þetta passar ekki inn í regluverk computer says no, þetta svona þannig það samt ekki skiljalegt að þú ert með skráningar skilur og öryggis vingil skilur þú með vegabréfin og það og svo ert allt í ekki inn í þessi formi sem við erum búin að búa til það er komin fleiri dálkar því ég sá í bókinni með svo flottin í lók ég er ekki sammála öll í þessari bók sko, en mörgu, ég sammála frelsinu og allir á frelst til þess að við ræðisverðir og allt það en mér fannst í lókin þá var hann að tala að það eftir að tala þessi lög að það þarf að taka kerfið og snúa því alveg við og byrja upp á nýtt skilju bara kerfið sem við erum búin að búa til ég pínu sammála því það var svolítið dramatíst í bókinni en í lokin sko, mér finnst það mjög töff sko já, ég get vel trúa því og hérna, þú veist það náttúrulega eru upplifanir nokkur einstaklingar sem koma fram með þessari bók og hérna og þó ég sé alveg sammála því að mér finnst þurfa að afbyggja þetta kynja kerfi þá er það ekkert endilega á sama grundvelli og manneskjan þarna. Já, hvernig myndir þú vilja hafa það, skilur við? Því að núna erum við kalkinn, kvenkinn, myndir þú þá vilja bæta við þriðja sem er þá allt þar á milli? Nei, ég vil að við tökum þetta út fyrir sviga. Ok. Hvað þýð það? Hvað meinarðu? Hættum að pæla í þessu. Já, hann þetta sé bara, veist, nákvæmlega. Af hverju er þetta? Þú veist, ég er ekki að segja að fólk megi ekki vera konur eða kallar, alls ekki, auðvitað. Nei, því að, þú veist, maður ber bara eitthvað nafn og svo er bara eitthvað fæðingadagur og upplýsingar hvenær maður kemur í heiminn og eitthvað svona númer aftast, þú veist, þannig að við erum skráð. Já. Af hverju þarf kynskráningin að vera? Já, jú, einmitt, en ég er líka svolítið að tala bara félagslegu kynskráninguna. Þú veist, að hérna, mér finnst ótrúlega skrítið að við lítum á einstakling og bara nýfætt barn og út frá því hvernig kynfæri barnsins líta út þá bara gjör svo vel allar væntingarnar, allar hugmyndirnar hvernig þú átt að vera það er búið að ákveða það er bara búið að ákveða og síðan bara er lífið einhvern veginn, þú veist, samfélagið það mótast þetta ekki bara í tímanna rás kallmenn geta verið allt öðru sér eftir 200 ár og kallmenn voru allt öðru sér fyrir bara 50 ár það er rétt þú sé bara kallmann bara hennar Clint Eastwood skilur og okkar svoleiðis og komið kallmann í dag þetta er allt annað kallmaður jú, vissulega, og saman með kvennmannin sem var með sunduna og að riksu á eitthvað eða skilur eins og stereotypuna voru það er alveg rétt, þetta er að breytast og mér finnst það mjög jákvætt það þróast alltaf eftir, skilur hérna, já, mér finnst það geggjað frábært að sjá en nú erum við að tala það hérna á Íslandi sko hérna á Íslandi og svona í Vesturlöndunum sko og svo kemur þetta annara landa og annara heimsálfa það er svo allt annað það er þetta bara ekkert í boði skilur en vissuðu það að í mjög mörgum ríkjum sem að hafa verið hérna nýlendur og þá nýlendur vestrænaríkja þar var þetta allt í boði áður en að nýlenduherrarnir komu í Indlandi og hérna í Ameríku frumbyggjar þar hafa fleiri kyn verið þekkt frá bara upphafi söguskráningar hjá þeim og Indland var til dæmis bara mjög hinsegin vænt ríki og landsvæði áður en að Bretar komu. Ég meina, ég er búin að ferðast mjög mikið Indland og þar leiðast vinir sko, alls og strákar sko. Þeir leiðast og eru mjög nánir og það er mikið sko, það er talað sko að þeir sko kynferðislega hjálpi hvort öðrum, en það talar enginn það fylgir þessu rosalega mikið skömm og þöggun og þannig að það er mikið samkynhneigð í gangi, hún er öll einhvern veginn bara kaffærð. Já, ég hef verið svolítið að lesa mig til undanfarið það að skömmin hafi svolítið komið með
hvítamannanum og kristninni í þessum ríkjum sem urðu nýlendur. Þetta áhugaverður punktur samt þú ert að segja, sko. Ég hitti nágranna minn í dag sem gaur, en hann gengur altså í kjólum og með naglalakk og í nælon og brjósthaldara og allt drasli, sko, en gaur. Og hann var einmitt að segja mér í dag að altså ákveðnir ættbálkar, indjánættbálkar í gamla daga, sko, þá voru í rauninni, þar varstu með karlkyn og kvenkyn, svo varstu með í rauninni fleiri kyn líka og það þótti mér þess að líka svona frekar uppljómað og svolítið posh hann má vel vera sko. Og það þótti svona merki svona uppljómaða mannesku og það meikar líka alveg fullkomin sens, það komið í rauninni bara útgáfu af mannesku sem handan forms og þá formið meint sem hugtak, sko, eða hugmyndafræði, sko. Og það meikar alveg sens. Þetta kallað two spirit í mörgum ættbálkum. Ég heyrti þetta líka, sko. Og það sé mitt oft svona mjög svona andlegt fólk sem að, þú veist, þá kannski svona í einhverju svona sjaman hlutverki eða, mér finnst það mjög áhugavert líka, sko. Einmitt, hann sagði það einmitt. Og hvað var það sem sagði, eitthvað svona, það sé beyond it. Ég tengi alveg smá við það. Nei, þú ert í rauninni, sko, og það við förum handan formsins og formið eru trúarbrögð, það pólitík, það húðlitir og í rauninni hugtakið kyn, bursið frá því hvernig líkamlega við erum uppið, sko. Í rauninni same, sko. Og svolítið það sem að gerast í dag, við sjáum þetta á vinnumarkaði og allavega í okkar umhverfi, við sjáum alveg hvað að gerast. Mér finnst þetta geggjum þróun. Og það verið þessi MeToo umræða sem búin að vera í gangi og svo þörf, sko, því það búið að vera eins og það komið fram hérna í þessu binary gender hérna, má ég lesa þetta hérna upp? Gjör svo. Sko, minnum við þetta, einmitt. Sko, binary gender, svo ríkjandi hugmyndafræði, maður sé bara til tvö kyn. Ég var alveg þarna. Og núna bara meikar ekki neitt sens fyrir mér, sko. Karlkyns og kvenkyns sem eru hvort í andstöðu við hvort annað en bæti jafnframt hvort annað upp og það þetta með styrk og staminu og svo hina útgáfun af styrknum sem mýkt og eftirgjöf sem alls ekkert neikvætt fyrir mér, heldur bara nauðsynlegt afl til þess að umlykja hitt og hitt verður að hvíla í einhverju, fattar hvað við? Bara svo yin og yang. Þannig hef ég alltaf skilið þetta, en svo kemur þetta hérna. Hugmyndafræðin gerir líka ráð fyrir, og þetta var að væfast fyrir mér, að karlkyn sé æðra kvenkyni. Okkur þessu tróða þennan? Já, ég segi það. Ég get ekki svarað því. Nei, mér finnst þetta að vera svolítið off, sko. Og hann sagði að hugmyndafræðin gerir líka ráð fyrir því það meikar enga sens fyrir mér og ein af undirstöðum þessa feðraveldispælingar sem að ég persónulega út frá eigin reynslu hef aldrei skilið en sé alveg hvað átt við. Já, ég sé hvað átt við líka. Ég seti þetta, þú veist, þetta í samhengi við þetta síðasta þarna feðraveldis að þetta má ég sjá það hans? Já, þetta hérna held ég. Þú meira tebróður? Já, það smá. Ég búið minn og komin á hennar. Ég svo leiður yfir því að hafa sett gíu til teðum. Allt í góðu. Já, okkur notar ekki kúamykinu. Ég hef bara notað kókosolíu, sko. Sko, ég túlka, ég skil hvernig þú skilur þetta og hérna... Ég sé bara fegurðina í þessum tveimur öflum sem að þurfa, sem eru háð hvort öðru. Og saman mynda þau þessa áreynslulausu heild. Þannig hef ég alltaf upplifað allt svo maskulín og femína, sko. Meikar þetta sens? Já, mér finnst það vera að fara frá því sem við vorum að skoða þetta. Já, sorry. Allt í lagi. En þú ert með karl og kvenkyn og svo hérna hán. Ég sé þér að tala þarna. Má ég segja að hérna... Já, endilega. Að Sorry, við getum verið svolítið æstir, sorry. Allt í lagi, ég vil ekki og ég held að fæstir hafni því að það sé til kvenlæga og karllæga orka. Að það sé þetta kvenlæga og þetta karllæga. Það sem áttir við þarna kynja tvíhyggjuna að það sé bara annarkvort eða.
það býr, nú veit ég að þú hefur verið svolítið til dæmis í Indlandi og hérna þekkir inn í jógafræði, að þar svolítið talað yin og yang og karllægu og kvenlægu orkuna, en það líka alltaf talað að við búum yfir báðum. Ég samla því. Algjörlega, þannig skilgrinn ég mína kallmennsku. Einmitt, og hérna fulla mig. Síðan svolítið það sem að þessar pælingar fara út í að þetta sé ekki endilega bara róf, heldur hvað orðið? Svona, þetta sé ekki það sé ekki tveir endar á þessu, heldur sé þetta miklu stærra. Það eru 4 ásar, 6 ásar, 8 ásar. Ég sé þetta sem svona hnýtadæmi. Og mögulega bara óendanlega. Já, í rauninu bara óendanlegt, sko. Og frá því að ég byrjaði að fara með fræðslu, hinsegin fræðslu árið 2012, að þá höfum við sagt það eru, við erum 7 milljarðar hérna í heiminum og við erum öll jafn ólík, þanniglega erum við til stimpill fyrir okkur hvert og eitt og hérna svona það væri náttúrulega geggjað ef við þyrstum ekki að pæli því, við verðum bara komin þangað, en hérna Erum við ekki bara leiðinu þangað? Ég held það nefnilega sko. Tútalu uppljómun sko? Já, ég held nefnilega líka sko að það með því að einhvern veginn allir fara, ég held að segjum að búa til alla, eins og þú sagðir held ég áðan með við erum bara búið til skriljón kassaður, bara komin til kassa fyrir alla eiginlega. Já, og þannig fáum við þessar 7 billjón kassa skilur og þá kannski getum við hægt að pæla svona mikið í þessu. já, þetta svo mikið vinna, skilur. Já. En þú þarft ekki að kunna alla orðabókinu utan. Ég ekki að tala fyrir mig, ég að tala bara fyrir fólk sem að burðast með alls konar, skilur, ég veit ekki, skilur, ég þarf einhvern veginn að skilgreina mig, skilur, hvað ég? Getur ekki bara verið þú, skilur, og bara verið í flæðinu? Og náttúrulega, nei, ég að segja, skilur, svona það kemur það á móti hinliðin að þú þarft að mæta einhverju skilning og kærleik á móti, skilur. Í þessu samhengi, þá þessi spurningina, finnst þér heldur að skilgreiningin sé altså breytileg, hann að ég get verið kynsegin í gær karlmaður eða kvenmaður á morgun sumt fólk skilgrein sig bókstaflega þannig að það upplifir kynsitt svona en síðan það líka það fallega við kynverjandina okkar alla eins og hún leggur sig sem þá kynvitundin okkar, kynhneigðin að þetta allt í flæðinu og já, það getur breyst og það allt í lagi og áður fyrir hefur svolítið verið talað um þetta bara tímabil bara, ok, og hvað með það? Ég segi, það ekki allt í lagi? Nákvæmlega, það ekki bara fínt? Bara eitthvað x langt ekki líka bara betra að fólk hafi rými til að taka alls konar tímabil og kynnast sjálfu sér heldur en að vera föst í einhverju boxi sem ákvarðað fyrir löngu og þú ekki að brjótast út í því, skilur, þú bara í því, já. Einmitt, hvernig við þá að komast á þennan stað þarna að vera beyond, skilur. Já, en það alltaf innan sviga, eins og í bókinni hérna fyrir neðan, þá verið að tala hérna að vera kynsegin og allt það, svo kemur nema í læknisfræðilegum, sko, þegar kemur að sjúkraskrám og svo liðs. Það var sem mjög svona praktískur og flottu punktur, sko. Já, en sko að því að það saman tíma verið svona viðurkenna, já, ég karl, eða ég kona, að því að sko, allt svo innvolsi og hormónakerfið og annað þannig uppsett við erum minni bara tvær pluss og mínus einhvern veginn með skil á einhverjum sviðum ég skil hvað áttu við og þú ert að tala um kyneinkenni þú er aðsakast, ég reyndi og var að rannsaka sko allt í guð, þess vegna kom ég sko með þetta hvað sett ég? Já, mindmappið sko já, það var dóttið, já en kyneinkenni eru sérst líffæri, litningar hormónastarfsemi og allt þetta en og jú, vissulega þú veist, almennt talað um kvenkyns og karlkyns líffræði en svo til dæmis líka til intersex fólk og það það bil hvað það? Intersex hópur, eða það geta verið mjög mörg mismunandi einkenni af því að vera intersex og marga tegundir skiluru það eru yfir 30 mismunandi útgáfur og það geta verið tvítóla og allt ég held að fáir mynd endilega að segja það þannig en þú ert að hugsa já,
þú veist að þú sér rétt átt með getnaðarlim og lækung það er eitt svona ein útgáfa af það er geggjað en þetta getur verið litningar þú getur verið með XXY og þú veist þetta getur verið svo ótrúlega margt og það er ekki endilega á fólki að sjá Gæti að vera ég í þess vegna sko bara já það er bara ótrúlegustu hlutir sko nú svona sumir meira að flokka það að vera með PCOS af því það er svona hormóna ójafnvægi það er fjölblöðru eggjastokka heilkenni þá ertu með hækka testosterón og ég á vin sem að segja sko bara já það þú veist, ég með meira testosterón, mér finnst þetta að vera svona pínu intersex og hann er kynsegin líka sko og bara eitthvað, já, þetta er bara flott, bara meira til að fokka upp í þessum hugmyndum. En það er það bil 1% mannkyns er intersex. Það er svo mikið? Já, nefnilega, til samanburðar þá er 1% mannkyns rauðhært. Já, ok, þá er þetta bara mjög mikið. Þetta er bara nefnilega mjög algengt sem að segja okkur að kyneinkenni er ekkert endilega bara karlaða konu af því þessir einstaklingar eru þú veist, þeirra kynvitund er líka óháð kyneinkennum þeirra algjörlega samt og ákveða hvað það er já, og það, þú veist, það er þú getur fæðst einmitt bara með, segjum, auka litning eða þú gætir bara, þú persónulega fæðst með eggjastokka og það myndi ekki gera það minni karlmanni ef það er þannig sem að þú upplifir þig áhugavert. Ég vissi ekki að það var svona algengt sko. Nei, þetta er nefnilega merkilega algengt ótrúlega lítið líka talað þetta og þetta er gott innlegg í umræðina sko, eða bara sem rök og þegar maður fyrir að babla út er hún með tippi og allt þetta skilur bara, já, en það er svo mikill fjölbreytileiki til já, algjörlega nefnilega, þannig að varðandi hann okkar að fara svolítið út í altså með, því mér fyrst svolítið mikið talað þessa samfélagspressu utanfrá, pressinu utanfrá og á hvern þá og frá hverjum já, á mannesku sem að skilgreina sig sem kynsegin eða hinsegin eða hvernig sem það er það er þessi pressa að gaur er að vera karlmannlegur og kona er að vera svona og börn er að leika sér með þetta eftir hvað kyn er og svo framvegis sko ég er með spurningar, það er upplifir þú pressu í þessum gefnu formum alls fram að þessu og hvað mikil áhrif hefur álit eða þessar skilgreiningar samfélagsins á einstaklingin skilur það, hversu mikið hefur þetta áhrif á þig og svo skrifa ég hjá mér ég meina þótt ég skilgreini mig sem karlmann og ég skrifa sískynja þá má ég alveg klæða mig í hvað sem er í dag eins og vinur minn sem ég hitti úti hann má bara vera í pinnahælum og hann bara gerir það og bara púlar það og það er bara cool og barnið má leika sér með hvað sem er í dag við mögum vinna við hvað sem er skilur við, hvar er þessi pressa og hvar er þessi mótun í dag í því samfélagi sem við búum í ég veit þetta eru nokkra spurningar já, ég skil hvort að fara mér finnst pressan algjörlega verið til staðar og ég held að þetta sé svolítið djúpstætt innrætt í okkur bæði sem einstaklinga og í svona samfélagsvitundin okkar og þetta eru svona ótrúlega litli hlutir hingað og þangað bara í gær í vinnunni ónefndur samstarfsmaður segir við karlkynsbarn sem er ósátt við kvenkynsbarn að konur séu náttúrulega svo tilfinningasamar að hann verði að taka sérstakt tillit til hennar vegna þessa það er ekki neitt illt meint en það er, þetta eru svona litli hlutir þetta er mjög skrítið skilur það er mjög skrítið en það er svo ótrúlega margt það er þegar fólk talar við þig og er búið að ákveða hvað þeir muni finnast fyrirfram hvað meinar með því? Það er þegar að hvað meinar þú? Ég skil ekki alveg hvað þú átt við með því þá meina ég að
við gerum fólki upp hugmyndir og hérna skoðanir og áhugamál og þetta finnst mér að vera svolítið sterkt sko að það svona gert ráð fyrir að þú hafi þekkingu á ákveðnum hlutum en ekki öðrum út frá því hvernig þú lítur út og hérna og ég veit ekki hvort að ég megi segja en hérna, sorry Þú mátt segja allt ég má segja allt í þóttæðinu einu sinni þá áttu við eitthvað gott spjall við tvö inn á smíðastofu og hérna þá var ég í rauninni að koma út fyrir þér út ég var að segja þér frá þessu aðeins og hérna mér fannst þetta var alveg svolítið erfitt fyrir mig sko ég var dálítið stressuð með þetta af því þú hafðir hérna í fyrsta skipti sem við hittumst það var fyrsta sem þú spurði mig á eftir hvað heitirðu var ertu feministi? Já, ég spurði líka hvort þú væri kommunisti Já, sem að mér varst mjög skemmtileg viðbót og hérna En ég meina ekkert illt með því Nei, en mér fannst bara áhugavert að þá urðu til alls konar hugmyndir í þínum kolli mig og þú hefur síðan sagt mér að ég kom mér svo mikið á óvart og þetta vegna þess að þú varst með hugmyndir hver ég væri út frá þessu Já, en mér finnst geggjað sko Já, ég skil gátt þetta mjög góður punktur Já, það alls konar svona hlutir við gerum þetta öll ómeðvitað skilurðu en mér finnst geggjað að vera meðvitaður það pæla í því, vera opin fyrir því að kannski fólk bara allt öðruvísi Því maður alltaf með einhverjar gefna forsendur og þessar gefnu forsendur eru út frá einhverjum hugmyndum sem maður með og eitthvað svona gömul form Nefnilega En ef ég tek þeim ekki með fyrirvara þá bara einhvern veginn komumst við ekkert áfram sko. Nefnilega ekki og hérna sko eina af ástofunum fyrir mig fannst svolítið stressandi að eiga þetta samtal við þig var að því að þú hefðir einu sinni sagt við mig að þú kæmir öðruvísi fram með karla heldur konur Á hvað lítið það? Það kom engin skýring Fór ég ekkert út í það? Nei, svo var örugglega kaffitíminn búinn Hvað meira svona macho og slá á bringu og eitthvað með kullanum þá eða? Þetta var eitthvað svona smá þannig þetta var í einhverju samhengjum að maður leyfi sér að segja sumt í kringum suma og annað í kringum aðra Svona svo klausturspárnum Ég veit nú ekki hvort þetta hafi verið svo ekstrím sko og þú veist alveg sumuleyti það alveg rétt auðvitað talar að öðruvísi við þú veist fjölskylduna þína eða við bestu viniðina eða við þú veist þú talar ekkert eins og bankastarfsmannin eins og þú myndir tala við þú veist besta félagið inn í vinnunni það gefur alveg auga leið en mér fannst svo áhugavert að það skildi vera þessi faktor sem breyti mestu og þá hérna, og nú, þú veist, nú ég ekki að koma með þetta sem eitthvað svona áfellisdómi fyrir alls ekki, heldur bara fannst mér áhugavert út frá því bæði að bara vá hvað það ekki að hjálpa og líka bara ekki að hjálpa hver, já, altså að hjálpa okkur að komast áfram bara að þú veist, við erum að hjakka ennþá í einhverju fari ef við erum að koma ólíkt fram við fólk út frá kyni þess og líka sko af hverju erum við að því til að byrja með hvaða forsendur eru til staðar þarna Já, en við hittumst á okkur tímapunkti og nú þetta bara svona til dæmis þetta bara getur átt bara við alls konar einstaklinga í alls konar aðstæðum en það eitthvað forsa Veist, og mín til dæmis forsa ég búin að vera 25 ár í einhverjum vinnuskúr með einhverjum Rússum sko. Veist, og þar ekkert mikið talað og þar eru konur veist, þetta bara svona eitthvað bara framandi dót sko, veist, fyrir utan bara konunum sem ég giftur og búin að saman með í 22 ár sko. Svo fer ég að vinna fyrir aðeins 3 árum síðan inn á vinnustað þar sem eru 80% konur sko. Og þetta bara fucking vesen Ég get bara vel trú að það erfitt. Það ekki bara orðin sem að ég allt í hennu og hugtökin sem ég má allt í hennu ekki nota en það þetta líka bara orkan mín bara hvernig þú ert vanur að bara hvernig ég bara vanur að vera og hvað ég segi og hvernig ég segi það bara einhvern veginn allt og ég var að koma mér í vandræði bara aftur og aftur og aftur í samskiptu við Hefur þá ekki verið að segja bara einhverja tóma steipur síðustu 25 ára Mér finnst ég tala nákvæmlega eins ég alveg á mikið dólkur Þetta bara allt í samræmi við gefnar forsendur á þeim tímapunkti og mínar forsendur eru kannski ekki það sömu og þínar sko. Og svo eins og til dæmis klámumræðan sko. Ég þurfti að skýla í rauninni klámneyslunni daginn, ég þurfti að gera það mjög opinskátt
og mjög opinbert, þú veist, ég fór með þetta í blöðin og útvarpsviðtal því að ég áttaði mig á því að af hverju ég spila hvort sett feministi, af hverju fer ég alltaf á hvolf þegar að feminismi kemur upp á yfirborðið, þegar að hánismi kemur upp á yfirborðið, þegar að veist, allt þetta kemur upp á yfirborðið sem að veist, ég einhvern veginn á með mína uppgerðu fortíð að geta einhvern veginn díla við, af hverju fer ég í mótþróa. Svona, af hverju eru þetta sári punktar? Já, og þá veist, kom það bara og ég bara fattaði það og þá bara, veist, ég sem strákur, mér bara kynnt fyrir klámi bara því ég pingu lítill pjakkur sko. Og svo bara fylgir þetta veist, og svona bara þetta með okkur alla, eða flesta, svo fylgir þetta okkur bara inn í fullorðinsárin. Þannig að það svo margt, það svo mikið í þessari forsögu sem gerir það verkum að þegar að við hittumst þá eru árekstrar. Já, ég hef aldrei upplifað á neitt harkalega. Nei, þetta alls ekki þetta harkalega en það svona, veist, fólk svona eitthvað aðeins að nuddast veist, og nuddast svona því það veist, ég upplifa svona einhverju fordómarnir eru út frá skilningsleysi og fáfræði og ótta við að hafa ekki stjórn fattarðu, því stjórn fyrir mér að vita hluti og allt í nú bara ertu ekki stelpa, þetta eitthvað annað og þá bara einhvern veginn, veist, þá bara við öll upplifum, þegar við erum ekki við stjórnvölinn, þá öll upplifum við óöryggi og förum í eigum til að fara í eitthvað svona bregðast harkalega við og hérna, það kveikti hugsun hjá mér þetta með forsöguna ég búin að vera að pæla svo mikið í þessu undanfarið að forsaga líka, þú veist, hún líka einstaklingsbundin og kollektív og hérna og þú veist það sem ég búin að vera að hugsa svolítið einmitt hérna þessi átök sem að verða milli karla og kvenna í samfélaginu og búin að vera ekki allra karla einmitt og ekki allra kvenna og bara þú veist allt það en hérna sko nú hérna var ég einu sinni rosalega reiður feministi og ég segi alveg ennþá að ég sé feministi en ég hef svolítið sleppt tökum á reiðinni því að hún ekki sérlega hjálpleg og hún kom nefnilega líka bara frá minni forsögu og mínum sáru punktum sem að ég hef áttað mig á og horfst í augu við og sé hvernig svona hvernig þessi samtvinnun á minni sögu í bland við kollektífa forsögu okkar allra. Bara heils samfélags, manna sko. Nefnilega, bara fyrir löngu síðan, sko, ef ég fæ að fara eins langt aftur í hérna og ég hef hugsað þetta, að þá bara, þú veist, við erum hana á steinöld, bara hunters and gatherers eitthvað af fólki sem fæði börnin, meikar sens að þau fyrir að vera nálægt hellinum, skilur við, að því erfitt. Já, bara meikaði mikið sens þá. Þannig að það var alveg eðlilegt að þá fari þessi sem voru ekki með börn á brjósti að veiða og eitthvað svona. Svo bara breyttist allt ekki mikið. En það eins og við höfum einhvern veginn ekki alveg náða að hérna breyta hugmyndunum okkar í takt. Já, en það ekki að breytast? Jú, það nefnilega því, sko. Er þetta ekki það sem í gangi? Og það held í þess vegna sem það svona ógeðslega sársaukarfullt. Þú veist, og mér finnst við ekkert endilega alltaf vera að fara réttar leiðir við það. Út í þetta, þú veist, þessa gríðalegu reiði og svona, þú veist, að vera að benda fingrum á hinn eða þennan og eins og í hérna þessari bók þarna sem að ég heyrði að stuða ykkur smá að hafi, þú veist, það sem ég talaði að karlkyn sé æðra kvenkyni og feðraveldið og hérna þetta, þú veist, ég veit ekki alveg með þetta, þú veist, jú, kannski einhverju leiti hefur verið álitið að karlkyn sé æðra á einhverjum, þú veist, það alveg til, en það líka álitið að konur sé æðri í sumum hlutverkum og þetta allt saman svona partur af einhvern veginn sumu flækjunni og flækjan feðraveldið, ég veit ekki hvað hún kölluð það, en það bara það sem það kallað og það þessi flækja sem við erum öll bara fokt í og kemur illa niður á konum og körlum hún alltaf að losna í báðar áttir samt. Nefnilega, já Þið sérðu heiluna við fórum núna í þetta út frá svona samfélagslegri pressu og pressan
þegar ég ekki veit og fullur af fordómum og ég neita að breytast því ég tek hugmyndum mínum ekki með fyrirvara svo hittast hann einhver tvö element, þú talar reiða feministan og svo semst kem ég inn í þetta dæmi sem veist, eitthvað annað með mína forsögu veist, og mögulega bara svona hluti af eitthvað svona feðraveldi spyrningamynd, ég veit ekki að kannski þetta skilgrina þannig á einhvern nátt saman hversu vægt eða mikið það er en það á sér stað vöxtur úr sásökanum nefnilega hjá einstaklingnum sem verður svo kollektíft 100% og ég held nefnilega það er heilunin sko það er nákvæmlega það sem það er og ég ég held að þessi vöxtur gæti ekki verið að eiga sér stað nema að því við erum bæði tilbúin að horfa inn á við og áttu okkur á því að stundum þú veist erum við bara hrædd af því að við vitum ekki við erum bara, já það er bara scary en svo þarf maður bara get over it og Já. og bara tala saman og hlusta á hvert annað En hvað er þá næstu skilur hvernig ætlið að halda áfram að berjast skilur, frumvarpið, lögin komið hana fyrir nokkrum árum Já, við vorum aðeins komin út í hérna fyrir svona Já, við vorum komin að gegja staði sko mér er þetta frábært spjall sko algjörlega sko Fyrir mig þá er þetta líka sko þetta samtvinnast svo mikið minni upplifun af því að vera kynsegin af því að þú veist það er allt þetta sem ég er búin að pæla geggja mikið og er bara eitthvað ég skil ekki hvað í fokkanum þetta er að flækjast fyrir fólki af hverju er þetta svona mér finnst það mjög skrítið og hérna Þetta er bara sem að hreyfiferla það tekur kannski 100 skipti að gleyma einhverju að byrja að hreyfa vitlust en 500 skipti að læra hlutina rétt aftur það er bara búið hamra inn í okkur þessar fyrirfram ákveðnu hugmyndir Mér finnst orðavalið flækjast fyrir mér orðavalið altså með þessi persónufornöfnin og allt þetta mér finnst það að vera flækjustig mér finnst allt hitt vera er ekki betra að mætast geggja næ sko en sko nú upplifir þetta ekki allir eins og ég nú, þú veist, þó ég upplifir þetta svona og fyrir mér þá skipta fornöfnin ekkert endilega á öllu máli af því ég, sko, ef ég á að segja alveg eins og það er líka bara svo geðveikt óverið mér finnst þetta bara eitthvað það fáránlegt dæmi að ég tek ekki þátt í þessu og það skiptir ekki máli hvað þú segir eða hvernig þú horfir á mig það breytir ég ekki hvernig mér líður Nákvæmlega, það er þetta sem að þetta var það næsta þannig að komstu við það og þú ert með þessa pressu sko and so fucking what ég bara, farði með þessa pressu þín eitthvað annað ég nenni þess ekki En hvernig nálgastu þá eins og mig bara út á götu skilur sko Ert þú búin að mynda þér ákveðna skoðuna í hvað ég er? Eða ertu alltaf í afstöðulausinu hvað var það? Gefur mér the benefit of the doubt Sko ég er rétt eins og allir aðrir er með ómeðvitaða fordóma líka og reyni eftir mínu bestu getu að vera meðvituð það og hafa opinn hug fyrir fólki en auðvitað gerist það alveg að maður bara þú veist já, sjá hann eitthvað þú veist Er það ekki betra bara alltaf að hittra ykkur og segja bara hei að ljúpa og svo bara taka það er nefnilega bara geggjað Já, eitthvað svoleiðis Jú, og hérna, já, ég held að vera sniðugt sko. Þannig að þú myndir kalla mig líklega blessaður eða þú myndir hitta mig Ég myndi sennilega bara segja góðan daginn Já, í alvörunni Gott, einfalt og kynlaust Já, góðan daginn Kynlaus eða ókynjuð kynhlutlaus orðræða sko. þarf nefnilega alls ekkert að vera eitthvað flókin við erum með öll orðin til staðar Þetta er veikumendur lumungsunar ég saði líka daginn frá atviki sem ég lendi í og ég tók það nærri mér þegar ég sit við hliðina mannesku og ég segi við aðra mannesku eitthvað og vísa í að það sé altså kvenmaður en er svo leiðréttur að þetta sé hann Já, það er alveg og ég bara svona og svo þetta kemur það ljós að það var ekki alltaf hann, það var einu sinni hún og eitthvað svo leiðis þannig að ég er bara með eitthvað svona forsendur en ég tók þetta nærri mér fattaru en það sem þú ert að segja núna að það er rauninni að reyna kannski að venja sig á að ávarpa fólk í vissu kynleysi sko. Já, ok, tvennt ég held þú veist að þessi viðbröð sem þau upplifir sé aftur bara óttinn að því þarna allt í einu ert þú ekki með stjórnaðastar og það er bara þú veist og þú ert að upplifa þú veist ekki eitthvað aðri getur séð þig sem þú veist vitlausan eitthvað, það er bara von
þannig að það ekkert skrítið að fólk bregðist ég fann líka, mér fannst óþægilegt ef maður líka að særa fólk sko. Já, þetta vil maður það ekki fattaru, því maður veit ekki hvernig hinum einstaklingum líður og maður hræddur að þau fari kannski og maður samt bara eitthvað what the fuck, hvernig annarskotum átti ég að vita þetta skilur, þú veist, halló, Hafnarfjörður skilur sko, besta sem maður hægt að gera í svona aðstæðum bara að fara ekki í tilfinningaviðbröðin, heldur bara, já, ok, heyrðu, afsakaðu Já, sem ég gerði, en ég var samt að böglast með þetta heilengi eftir og hugsa þetta, fattaru? Já, en svo held ég, eins og segir seinni hluturinn, að kynhlutlaus orðræða finnst mér vera af henni góða. Kannski bara framtíðin, sko. Ég held það nefnilega, sko. Og nú hef ég alltaf haft mikið dálæti á okkar ylhýra, en íslensku. Já. Ylhýra okay. og já, hef haft mikið áhuga á íslensku og bara haft sterka málvitund og pælt mikið í íslensku máli. Þú líka norðan? Ég að norðan. Með baukinn. Einmitt. Og eins og ég hef fagnað þessum nýyrðum sem eru tilkomin, þá hefur mér þótt erfitt að sjá í rauninni bara tregðu til þess að aðlaga tungumálið að breyttum samfélagsháttum. En þetta finnst mér vera að gerast, sko, og mér finnst það frábært af því að ég var svolítið og upplifði stundum að tungumálið þjóni mér ekki. Ég byrjaði að kenna þetta í grunnskólum að því ég sá nefnilega. Það voru menn að fá styrka að þróa þetta og svona alls konar, sko. En spurning, skilur, eðlilegt að þetta sé barist fyrir þetta komist inn í? Já, það finnst mér. Já. Því ég spurði út í baráttuna, sko, hvað væri eðlilegt næsta skref og hvenær á maður að segja... Ég mæli með að fylgjast með samtökunum 78 og stefnuskar á þeirra og núna er í aðdraganda alþingiskostnaða og núna eru verður farið að óska eftir í rauninni yfirlýsingum frá frambjóðendum hvað þau ætla að gera. Vitaðu eitthvað hvað klukkan slær í þessum málum? Það er verið að útbúa leiðbeiningar, regnbogakortið er til staðar líka. Það er hægt að finna allar þessar upplýsingar, til dæmis á vef samtakana. Eru þau nógu stór kjósendahópur að þau láti þessi máli varða, skilur? Nú er ég náttúrulega með fordóma, skilur, gagvart. Ég er að hugsa eins og... Það eru hinsegin frambjóðendur í næstuð í öllum flokkum. Já, ég vissi það ekki. Nei. Þetta er svona áfellistómur yfir pólitíkusum hvernig þeir hugsa eins og ég er búin að gefa mér upp einhverja hugmyndir en náttúrulega ekki sko, náttúrulega að sumu leyti það er alveg sumi flokkar sem að eru bara eitthvað já, totally, af því að þau vilja fást vilja fólk á lítið ok, það vilja allir lúkka eins og þau séu ekki að næs, skilur og það er alveg til í dæminu já, það er alveg til í dæminu að pólitíkusar setji eitthvað svona setji fram bara já, við erum að gegja hinseginstefnu og síðan er ekkert follow-up engin eftirfylgni og við erum með alls konar í bígerð eða það er alls konar í bígerð en er sama sem merkir milli þess að vera hinseginsamt og láta sig hluti alls ekki nei, skilur, því hinsegin og ekki hinsegin ég skilur, er eitthvað sama sem merkir að þú sért samkynniður að hinsegin að þú látið hluti kynsegin varða á annað þeir geta alveg verið jafn uppfullir af fordómum við hinn nefnilega og þannig að ég var svona fordómar innan hinsegin samfélagsins eru alls ekki óþekktir og eru nei, þetta er bara fólk eins og við skilur já nefnilega og mörgum okkar innan hinsegin samfélagsins finnst þeir fordómar jafnvel sárari já af því þetta er svona gaur, common, við erum saman við en ég nefnilega að kveikt þetta ég hugsa, ég myndi leiður svo að fóra hvernig ok, hugsa, okkur ætti að okkur segja hinsegin, já ok, frábært en okkur ætti ég ekki að hafa alveg á mikið passion fyrir málefnum kynsegin fólks og BDSM og allt þetta og einhver sem er hinsegin, skilur einhver sem er, já af því hann er í samtökunum, skilur, hann getur samt verið uppfullur af fordómum en eða ekki, þetta er náttúrulega bara já, náttúrulega alls ekki allt hinsegin fólk er í samtökunum nei, en ég veit til þess að allir margir alveg brjálæðir yfir þessu BDSM við skulum ekki fara út í það nei, ég hef engan áhuga að ræða það, skilur við bara umræðum bara það með sér og mér finnst það náttúrulega það var bara, það olli ákveðnum klofningi innan hinsegin samfélagsins á Íslandi sem að samtökin 78 hafa staðið sig ótrúlega vel í að reyna að brúa þetta bil aftur og eru að gera flotta hluti núna í ár líka
og mér finnst bara frábært að fá að taka þátt í því starfi sem sjálfboðaliði en hérna Svo eru samtökin alveg fjársvelt og eru rétt svo bara högta áfram á gömlu díselvélinni sko. Þannig að það er ekki hægt að segja hún hafi fengið neitt mikinn stuðning frá hinu Er ekki félagsgjöld? Er ekki Bönsa Monni? Já, ekki Félagsgjöldin, jú, það eru einhverjir félagsgjöld sko. En hérna það hafa Þið hafðu þú að litla móða, skilur Já, samtökin 78 hafa verið að fá hérna fjárveitingu en hún er ekki sjálfsögð, hún er ekki nægjanlega mikil og hérna ég persónulega verið til í að sjá hana miklu meiri og hérna bara eitthvað fræðslu líka og annað fyrir Í nefnilega, samtökin að grípa fólk fyrir ótrúlegri fræðslu og sko ráðgjafarstarfið og stuðningshóparnir sem að samtökin að bjóða upp á þetta að bjarga lífum Já, ég mitt sko og núna sko að því að búin að spyrja aðeins ekki bara ungs fólks og nú sérstaklega veit ég að það er verið að reyna að grípa eldra fólk sem að upplifi sig utangátta og jafnvel einmitt skilur ekki alveg hvað er að ske og hérna þetta þú veist, við þurfum að passa upp á alla hópa hins einn samfélagsins ekki bara þess sem að hafa hæst eða eru þekktastir eða eru skrýtnastir eða hvað og kannski þess vegna sem að mér allavega finnst sárast þegar það eru svona fordómar innan samfélagsins því það er svo mikilvægt að við stöndum öll saman sko. En við erum samt bara eitt stórt Við erum nefnilega bara eitt stórt samfélag Þú nefnilega sagði það áðan sko, þú sagði, við erum í sama liði og ég hugsaði bara erum við ekki, má ég ekki verið í þessu fucking liði líka Getum við ekki bara öll verið í þessu liði Er ég ykkur öðru liði eða? Nei, það er rétt hjá þér Það er rétt hjá þér Þannig að Já, ég er búið með þessa beinagrind sko. Já, mér langaði að segja að því þú varst búin að spyrja eins út í hérna lagaleg réttindi að hérna nú er ég ekki með svona dagskrána eða þú veist ég er ekki með allt á hreinu endilega ég er líka pínlítið þreytt bara svo það segist að hérna, takk fyrir það, gaman að spjalla við ykkur og eins og stendur þá er ekkert starfandi teymi sem tekur á móti transbörnum og úlingum Er það ákveðin sérhæfing? Hvað er transbörn og úlingar? Transfólk er sérst fólk sem að upplifir kynvitund þeirra er ekki í samræmi við kynið sem að þau fengu útluta við fæðingu En þau eru ekkit endilega búin að fara inn í gegnum einhverju svona leiðréttingu eða staðfestingu eða hvað Á Íslandi er sko kerfið okkur þannig að til þess að þú innan gæsalappa meir vera trans þá þarftu að fara í hérna eða ölluheldur að þú vilt fara í ákveðna leiðréttingu þá þarftu að fara í gegnum teymi sem er samsett af heilbrigðisstarfsfólki geðlæknum og innkirtlafræðingum og þess háttar og þau þurfa að greina þig og það er engin trans einstaklingur samt í þessu teymi sem er pínu spes Það er spes Það er dálítið spes En þetta er samt rosalega viðkvæmt sko, að við erum með svo unga einstaklinga þar sem að þeir eru ekki fullmótaðir og ég get ímyndað mér að þau geta verið þau eru ef til vil trans og allt það en hausinn er örugglega ekki capable að taka ákvarðanir af þessum þú ert að vænta allan sem er að fara í einhvers konar leiðréttingu eða sko það náttúrulega er bara mjög mismunandi hvað er hérna í boði fyrir fólk og Þú þarf að fara ekki í teymisunum til þess að fá leyfi til þess að klæða í stelpuföt eða strákaföt Er þetta þá ekki eitthvað aðeins sko, dýpra en það? Þetta er nefnilega talsvert flóknara en svo ok, sérst kynræna sjálfræði sem við fengum hérna lögin fyrir 3 árum er komið 3 ár allavega þau gerðu það að verkum að fólk getur núna breytt kynskráningunni sinni og nafninu sínu óháð því hvort það sé í einhverju ferli hjá transteiminu eða ekki Niður í hvað, 18 ára þá eða alveg niður? Í rauninni, sko, ef þú ert undir 18 ára þá þarftu að gera allt svona með samþykki foreldra og forráðamanna en áður en þessi lög gengu í gegn og þau gengu ekki formlega í gegn fyrir 18 mánuðum eftir að þau voru samþykkt þannig er í rauninni bara hálft ár nei, ég veit ekki, ár, ég kann ekki að reikna en hérna fyrir það þá þurfti fólk að vera í þessast ferli hjá teyminu og teymið þurfti að segja já, við samþykjum þig, þú fór grænt ljós, þú ert nógu trans og hérna, mér frekar steikt að það sé eitthvað fólk sem getur ákveðið það fyrir þig
en sem betur fyrir það ekki lengur. En trans, fyrir ekki, það þýðir ekkit annað en að þú bara ert, hvað þýðir trans nákvæmlega? Þarf það einhverju kynleiðri? Ekkit endilega. Nei, það þarf ekki endilega að vera neitt ferli Það hefur bara með kynvitund að gera þannig. Jú, akkurat, spot on Gunni. En hvað varðar leiðréttingaferli þá þarf allt svoleiðis að fara í gegnum þetta teymi og það eru þá hormónar og hugsanlegar aðgerðir, og það var starfandi teymi sem að tóka á móti börnum sem að voru að leita eftir einhverjir svona aðstoð og Hvað er rétt að gera það? Það er bara metið hverju sinni en þetta er rosalega stór spurning þetta er svo mikið inngrip í þetta er svo mikið líkamlegt inngrip bara heilsufarslega séð það er ekki verið að framkvæma aðgerðir á ungum börnum ekki svona en fyrst við minnumst á þetta þá mér finnst ég bara verða að skjóta inn í að sem við erum að tala um intersex áðan það er verið að framkvæma aðgerðir á þeim börnum það sem við án þeirra samþykkis en þá hlýtur að vera eitthvað sem að í rauninni tekur ákvörðun hvort það eru bara læknar og það er oft ónauðsynlegar aðgerðir oftar en ekki ég mæli mig að lesa um það þetta er fáránlegt og dálítið steikt að þarna sé verið að gera mikil inngrip á líkömum barna sem þurfa ekki á því að halda þetta er mjög hættulega stöf nefnilega, en síðan eru transbörn sem eru jafnvel að óska eftir aðgerðum en fá þær ekki mér finnst það líka er það nú finnst mér ekkert endilega okkar að hafa skoðun á því hvað aðrir gera við sína líkama mjög eðlilegt að barnið bara þróast einhvern veginn og það er áhuga á þessu og dúkum með aksjómann og vill klæða þessu svona það er alltaf finnum góða, bara leifa því bara að þróast í það átt og styðja því öllu sem það vil gera en þegar kemur að inngripi sem allt svo varðar kynfæri og annað þá finnst þetta er svo stór spurning að þú talar líka tímabil ég get laðast að karlmönnum í dag og konum á morgun og öfugt og ég getur verið orðið hán á morgun þess vegna skilur og karl aftur alltaf hvernig skilur að þetta eru börn ég get svaraðir með því að mesta inngrip sem er verið að gera í líkama transbarna er yfirleitt blokkerar sem að koma þá í veg fyrir kynþroska og síðan til dæmis og komið vekk fyrir skeggvöxt og þess áttar það er ekki verið að gera þessi inngrip inn í það er þá eitthvað bara til þess að stöða eitthvað ákveðin prósess og svo er restin bara tekin seinna það er ekki verið að gera kynfæra aðgerðir á börnum, transbörnum ég held að sé mjög erfitt að setja sig í spór ég get það ekki ég er ekki eins og að reyna það bæði náttúrulega barnanna og líka foreldrarna því að þetta er oftast ekkert eitthvað sem kemur bara eitthvað eins og þrumar heiðskrifu lofti þetta er búið að vera bara í gangi frá því krakkarnir eru bara nánast bara baby ég held að ekkert foreldri væri bara eitthvað ok, heyrðu, ekkert mál snipp fyrir þig það væri enginn að því og ég er bara að reyna að spyrja gagnrýna spurningar við erum líka með nú er ég ekki alveg kláraði hvernig lögin eru líkamlega friðhelgi og þess aftar en það er við 12, 14, 16 það er eitthvað, ég man ekki hvað aldur það er sem að þú mátt í rauninni ráða x mikið þú farið eitthvað svona meira sjálfsákvörunar sjálfræði einmitt það er líka, það má deilum það eins og allt annað skilur deila, það má alltaf bara hafa skoðunir og allir mögulega en svo finnst mér líka spurningin hvort að skoðunin sé endilega þörf af því bara persónulega hef ég fundið mikið frelsi í því að þurfi ekki endilega að hafa skoðanir á hlutunum og þá sérstaklega ekki á hvað annað fólk kýs að gera með sína líkama eða sitt líf svo lengi sem að það er ekki að eitra neitt út frá sér ekki að skemma fyrir öðrum eða meiða aðra Þú ert greinilega mega sennuð í öllu þessu dæmi þú ert ekkert að kippa þar upp í það tók mér langan tíma að komast á þennan stað það er góður staður að vera á því að ég las bókin og mér fannst sammála langflestu og fannst hún mjög svona fræðandi en mér fannst það svona bera vott af eins og það sé svona smá vörn alltaf skilur ég skil hvað áttu það er alltaf allir svona þau finnst eins og allir kannski séu uppfylltra fordóma og það er það margir vissulega en það er svo mikil vörn að það verður svona örugglega mjög
erfitt, skilur, þetta er svo mikið barátta og strögg, nefnilega, þetta finnst mér passa inn á það sem ég myndist á áðan með að mér finnst allir vera bara eitthvað svo reiðir og svo fastir í já, en svo veistu kannski að mér gæti ekki verið meira sama hvað þú ert að gera og gunna á öllum, skilur, en það er alltaf ekki allir þannig, en mér fannst svo mikið vörn og ég fannst þetta kannski vera vantur meira svona happy, svona flæðið, sko. Ég skil hvað átt við, sko. Mér finnst þetta, það er það sem ég meina, mér finnst þetta líka vera, sko, hjá körlum og, þú veist, sískörlum, sískonum, gagvart hvert öðru, mér finnst þetta vera svo víðsvegar í samfélaginu. Og mér finnst ekki endilega sanngjarnt að gera ráð, eða, þú veist, ætlast til þess að hinsegin fólk sé meira, þú veist, chillað eða happy, þú veist, að því það sé, þú veist, að því það reflektir svo illa á því að það sé vörn, að því það er svo skiljanlegt líka að það sé það þegar það á þegar það á undir högg að sækja bæði félagslega og lagalega að þá finnst mér svona færð svona ákveði rými og það er kannski aðeins stærra space heldur en fólk sem býr við meiri forréttindi en ég er samt líka, mín persónulega skoðun er að við þurfum öll að vera aðeins meira í mildinni. Það er ekki betra bara svona að kæfa okkur í kærleik. Jú, ég er svolítið þar líka, sko. Og vinn mitt orðaði þetta svolítið fallega daginn þegar ég var einmitt var svolítið bara, ég var bara svolítið miður mín yfir því hvað mér finnst fólk ákveða fyrir fram að allir séu á móti sér og bara allt sé einhvern veginn ómögulegt og þú veist, er þá að fungera út frá því sjónarhorni að þá auðvitað verður það bara þannig þú veist, maður með tjekkin og allt það og hann sagði já, það er ekki beinlínis í tísku að sjá það besta í fólki og mér fannst það að hitta pínu naglinn á höfuðu og djöfull fannst mér það leiðilegt og mér finnst það að við ættum að breyta þessu ég er sammála ég held að það sé krúsel erum við ekki að því bara með þessu spjalli hérna jú, ég held það bara þetta er bara mjög lærdómsríkt ferli fyrir mig, sko en sko, og það sem er mest spooky kannski við þetta er að við sætum ekki í dag, eða ég sæti ekki í dag og var að tala við kynsegin manneskju þessi mál og fræðast og þetta blastaðist út í kosmosið nema að ég hefði fyrir tilviljun hitt kynsegin manneskju og það er kannski svolítið spooky, sko fattar þú hvað við? Já, því þetta er ekki eitthvað sem að, og ég bara honestly, ég vissi ekki að þetta væri til fyrir en ég hitti bara eitthvað mannesku sem ég er að vinna með, sko. Og það er auðvitað svolítið annarkvæmt er þetta bara svona brjálæðislega nýtt út í samfélaginu eða að það vantar bara hreinlega einhvers konar fræðslu út á við. Fræðslan. Algjörlega. Algjörlega. Og svo, þú veist, já, tilviljanir, örlög, allt saman hluturinn finnst mér, sko. Ertu með eitthvað loka orð? Ef við ekki fara að klára þetta bara? Jú. Erum við ekki bara einhvern veginn búin að fara eitthvað svona fína lúpu? Er eitthvað sem þið finnst vanta inn? Sko, já, mér langar að segja tvennt og það er að það hefur líka verið mjög lærdómsríkt fyrir mig að kynnast þér og þegar ég byrjaði að vinna hana á sameiginlega vinnustað okkar þá bara fyrsta daginn þá er ég inn í eldhúsi með tveimur gæjum sem ég þekki ekki neitt og þeir eru að hlusta á hlaðvarp karlmennsku og það er karlmaður að tala við annan karlmann að þeir eru erfitt með hugtaki eitru karlmannska og fyrstu viðbrögð hjá mér voru bara come on og svo voru ég bara hey vá það, þú veist, mega þeir ekki eiga sína upplifun og ég greip mig og bara fattaði að þarna var líka kannski bara mitt umhverfi að gera mér upp þessu skoðun. Ég var ekkert endilega og ég ákvaða bara að pása og horfa á þetta bara, heyrðu, gefðu þeim space hérna. Þú veist ekki sitt. Og hef svolítið verið að tilengja mér það viðhorf líka, bara ég get bara verið alveg jafn opin og ég vil að aðrir séu gagnvart mér. Og mér finnst alveg dásamlegt að finna það, veist að það speglist. Það verið mikil hræsni að þú verið ekki. Ég 100% sko. En þú fattar það hana. Já, og ég held sko að það séu kannski margir sem að eigi eftir að fatta það. Algjörlega. Að þetta þurfi að vera á bóða og þá er ég samt ekki að segja að fólk eigi eitthvað að láta sig hafa að sig verið að koma illa fram með það, alls ekki. Nei, ég skil. En já, bara þetta er líka búið að vera mjög lærdómsríkt fyrir mig. Bara það að kynnast þér og ótrúlega gaman að vaxa svona samsíða og nú er heitt bróðum minn.
Nú hef ég hitt bróðin, þetta er magnað. En svo bara langar mér líka að hérna, taka alveg sérstaklega fram að þetta eru bara mínar upplifanir og mínar skoðanir og ég tala ekki fyrir einn nema mig og þó að ég starfi sem sjálfboðaliði hjá samtökunum þá tala ég ekki fyrir samtökin. Þú ert ekki forsvarar fyrir þau? Ég er ekki forsvarar fyrir þau og mín upplifun er ekki svo sama á næstu kynsegin mannesku. Það er líka 7 billjón upplifanir, sko. Nefnilega, heyrðu, 7 billjón fornöfn. Já, byrja að læra, sko. Það tekur aðeins lengri tíma en að lesa þessa. Sko. Eitt hérna, þú talar eitraða karlmenn, sko. Þetta hefur alltaf farið mikið í brjósti fyrir mér. Og ég hugleiti mikið á þetta og ég komst á því fyrir mitt leiti að, sko, fyrir mér er ekki til neitt sem heitir eitruð karlmennska. Það hins vegar til eitthvað sem heitir skortur á henni. Skortur og karlmennska. Þannig eitthvað við sjáum og upplöfum sem eitruð karlmennska er fyrir mér ekki karlmennska. Þetta er eitthvað allt annað. Þetta er eitthvað algjörlega mutant og þetta er orðið eitthvað annað ástand og heyrir ekki undir karlmennska. Því karlmennska er fyrir mig eitthvað sem snýr að einhverju sem göfgar og er alls og græðandi, heilandi afl sem smittar út frá sér. Það er fallið sín. Yep. Þannig sé ég það. Það er líka bara til, þú veist, eitrun eða þú veist, þetta toxic dæmi já, hann skilur mig, og það er einhvern veginn hægt að bæta því út, já, þú veist, það er ekki þá erum við búin að yfirgefa það sem að ég myndi skilgreina sem kallmennsku þannig að við þurfum að fara að finna, ef það er eitruð kallmennska getur við ekki bara tekið kallmennskuna út fyrir þessa jöfnu hérna og fundir henni bara eitthvað annað nafn yfir þetta, sama hvað það er ég veit ekki hvað þetta vera, bara einhver dólgsháttur það er dólgsháttur hér Við erum búin að minnast svo ofta á bókina. Já, segðu okkur eitthvað um svona í lokinu á já, ég veist ekki hvort við mættum kynna en þú bara... Bókin heitir sérst Kvár og er eftir Elisabethu Rún og þetta er útskriftarverkefni hennar. Og þetta er heimildamyndasaga þar sem tekin eru viðtöl við nokkra kynsegin einstaklinga þeirra upplifun. Og mjög flott myndskreytt líka. Ótrúlega. Já, hún sérst myndskreytti bókina er vá hvað ég vona innilega ég fari rétt með að hún sé grafískur hönnur. Það hlýtur eiginlega að vera. Ef hvort sem hún sé lærið ekki þá er hún grafískur hönnur. Jú, hún var að klára sko frá Listaháskólanum. Ég hakkaði henni. Ég las það bara einu kvöldi sko. Já, hún er bara ógeðslega flott. Já, mjög fræðandi. Og hún kemur út í framtíðinni. Hún fæst í Eyvindsson. Er hún komin í sölu? Hún er komin í sölu. Já, þú skal kannski benda á þessa dagsetningu. Það stendur fólk er ennþá að kýra það stendur nóvember 2021 ég flipshitta, ég held ég voru hann alveg geðveik og það komur ekkert óvart ég væri bara rugglast á árum ég var bara, gunni, Jesus það er 22 það stendur nóvember það er 22 er þetta ekki svolítið spes? hún hefur að fokki okkur minnst það geggja, brjóta upp formið brjóta upp dagatalið Heyrðu, ég held að kannski bara séu komin í framtíðin. Heldur betur. En bara geggja að fá þig. Og þú vissum að þú viljir ekki máta tennurnar á skarpiðins. Ég hef sjaldan verið vissari nokkuð. Bless. Heyrðu, ég bara þakka kærlega fyrir mig. Og keyrðu skilvirkt heim. Já. Einmitt. Það skal ég gera. Takk. Gott CBD er gæðamerki fyrir gott CBD. Þess vegna er gott CBD eingöngu gott CBD. Gott CBD styrkir huga og hönd, gott CBD styrkir líka þvottahúsið.